Góða kvöldið og verið öll hjartanlega velkomin. Good evening and welcome everybody. Ég heiti Kristján og Vigdís, hún hérna að þýða fyrir okkur. My name is Christian and Vigdis is here translating. Og aðeins að gefa fólki færi á að setjast niður. Svona, já. Verið öll hjartanlega velkomin. Og bara svona ef einhver skildi verið hér í fyrsta sinn að þá salirnin hérna frammi á gangi vinstra megin og það barnagæsla hægra megin, innst að hurðin. There's bathroom outside of this door to the left and then children's program to the right. Og þeir eru vonandi öll með umslögin. I hope that you have all gotten the envelope. Og við munum á eftir draga út vinningshafa og gefa þeim bókagjafir. And we want to find a winner and give out books. Og bækunar ætlar þess að hvetja sérstaklega til frekari lesturs á Biblíunni sjálfri. And these books are to encourage people to read more the Bible. Og ef ykkur vantar biblíu og viljið fá lána, þá eru biblíur á íslensku, ensku og spænsku hérna aftast. And if you need a Bible to borrow for tonight, then we have some Bibles down by the door, both in English, Spanish and Icelandic. Og eins og við förum kannski bara rétt yfir það með umslagið að það þjónar margþættum tilgangi. The envelope serves is a multi-purpose. Þannig að ef þið hafa einhverja spurningar þá getið þið skrifa spurningarnar á umslagið eða á miða og setta á henni umslagið. You can write questions on the envelope or put a paper slip in the envelope with the question. Það líka hægt að skrifa bænaóskir annarkvort á blaðið eða setja á henni umslagið. You can also write some prayer requests on the envelope or put it in the envelope. Við munum bráða að fara í uppröfunarspurningar frá kvöldinu, frá miðvikudagskvöldinu. And soon we will do our quiz. Og þá notum við framhliðina á umslaginu. And then we use the front page of the envelope to answer them. Svo ef það liggur þér á hjarta þá má líka setja frjálsframlög í umslagið. And if you want to donate, then you can also put that in the envelope. Eigum við ekki að fara yfir í uppröfunarspurningarnar frá því á miðvikudagskvöldið? Let's go to the questions from the theme of Wednesday. Endurskírn og endurnýjun opinberunarbókarinnar var efnið. Revelations, rebirth and renewal. Mjög góður og þarfur boðskapur fyrir okkur. Very important message for us. Og við erum eins og fyrr með 5 staðhæfingar. We have 5 statements. Og þið merkið satt eða ósatt. And you have to put in true or false. Og svo skrifa nafnið neðst. And then write your name at the bottom. Og við byrjum á nummer 1. Well, let's start with number 1. Einstaklingur fastur í sínu fyrra lífi án vonar. A person is hopelessly locked into his past life. Satt eða ósatt? True or false? Nummer 1. Einstaklingur fastur í sínu fyrra lífi án vonar. Number 1. A person is hopelessly locked into his past life. True or false? Satt eða ósatt? Nummer 2. Number 2. Nummer 2. Einstaklingur getur komist til himna án þess að vera fæddur að nýju. A person can make it into heaven without being born again. True or false? Satt eða ósatt? Nummer 2. Einstaklingur getur komist til himna án þess að vera fæddur að nýju. Number 2. A person can make it into heaven without being born again. True or false? Satt eða ósatt? Merkjum við. Nummer 3. Number 3. Skírn táknræn fyrir dauða, greftrun og upprisu til nýs lífs. Number 3. Baptism represents a death, burial and resurrection to a new life. True or false? Nummer 3. Skírn táknræn fyrir dauða, greftrun og upprisu til nýs lífs. Number 4. Jesus was baptized. Number 3. Yeah. Baptism represents death, burial and resurrection to a new life. True or false? Satt eða ósatt? Ég meina þið setja annarkvæmt S eða O.
Förum í númer 4. Jesús var skírður með nokkrum vatnsdropum. Number Satt eða 4, ósatt? Jesus was baptized by sprinkling. True or false? Númer 4. Jesús var skírður með nokkrum vatnsdropum, satt eða ósatt. Number 4, Jesus was baptized by sprinkling. True or false? Númer 5. Við afturkvarn og skíð hefst líf einstaklings með hreinan skjöld. Number 5, once a person is converted and baptized, he begins a spiritual life with a clean record. True or false? Satt eða ósatt. Númer 5. Við afturkvarf og skýrð hefst líf einstaklings með hreinan skjöld. Number 5, once a person is converted and baptized, he begins a spiritual life with a clean record. Satt eða ósatt. True or false? Eitthvað sem þið vilja ég endurtaki? Do you want me to repeat something? Númer 1. Númer 1. Einstaklingur fastur í sínu fyrra lífi án vonar. A person is hopelessly locked into his past life. True or false? Satt eða ósatt. Einhverju sem vilja ég endurtaki einhverju aðra staðhæfingu? Do you want me to repeat some other statement? Allir búin að skrifa niður svörin sín Everybody has written down their answers og merkja. and put your name on it. Þá skulum við fara saman í gegnum svörin. Okay, let's see now the answers. Númer 1. Einstaklingur fastur í sínu fyrra lífi án vonar. Number 1, a person is hopelessly locked into his past life. Hvað segir þið? Satt eða ósatt? What do you say? True or false? Ósatt. False. Sem betur fer. And Er það ekki? thankfully, Við erum einmitt að tala birtingamönd vonarinnar hér í þessu námskeiði. we're talking here about hope. So, Númer 2. Einstaklingur getur komist til himna án þess að vera fæddur að nýju. number 2, a person can make it into heaven without being born again. Satt eða ósatt? Hvað segir þið? What do you say? Is it true or false? Ósatt. False, yes. Alveg rétt. Það þarf að fæðast að nýju til að komast til himna. Yeah, you need to be born again to go to heaven. Skírn, hún táknræn fyrir dauða, greftrun og upprisu til nýs lífs? Baptism represents a death, burial, and resurrection to a new life. Number 3. Is it true or false? Það gerir hún. Það gerir hún svo sannarlega. True. Það er satt. Þá var nummer 4. Jesús var skírður með nokkrum vatnsdropum. Number 4. Jesus was baptized by sprinkling. Er það nokkuð? Var hann ekki dýft af Jóhannesi ofan í ána? He went all into the river, right? So this is false. Þetta er ósatt. Þá erum við komin á nummer 5. Við afturkvarf og skírn hefst líf einstaklings með hreinan skjöld. Now number 5. Once a person is converted and baptized, he begins a spiritual life with a clean record. Getur maður átt nýtt upphaf? Can one have a new beginning? Já, svo sannarlega. Og Yes. Guði sé lof fyrir það. So it's true. Það er satt. Við ætlum að biðja þá að safna sljóðanum. Now let's gather together the envelopes. Vigdís, ég fæ þig kannski til að draga fyrir mig. Oh, Helst ekki fjölskyldumeðlim. Það er Sigurður G. Þorleifsson. ég dró ekki fjölskyldumeðlim, það er Ingibjörg sem er frænka mín. Vigdís, við skulum draga eitt yfirbót.
Draga aftur. Einhver sem dró sjálfan sig síðast. Elsa. Svona. Það þarf vart að kynna ræðumanninn okkar, hann Louis Torres. We don't have to introduce our preacher today, Pastor Louis Torres. Þið þekki hann vel, You know him very well. en hann hefur verið að kenna og rannsaka ritningarnar yfir 45 ár. He's been teaching from the scripture for more than 45 years. Það er mikill heiður fyrir okkur að fá að hafa hann hér á Íslandi með okkur It's a great honor for us to have him here in Iceland with us, og deila með okkur úr orði Guðs. to share the word of God. En áður við höldum áfram lengra þá skulum við lúta höfði í bæn og svo munum við hlýða á tónlistaratri. Before we go on, let's bow our heads in prayer. Kæri himneski Faðir, Dear Heavenly Father, við þökkum þér fyrir alla þínar blessanir. thank you for all your blessings. Við þökkum þér fyrir þak yfir höfði þegar það rignir svona mikið. Thank you that we have roof over our heads when it's raining. Við byggjum þig að blessanir þínir með að koma eins mikið og regnið kemur núna. May your blessings pour over us just like the rain now. Við byggjum þinn heilagan anda We ask you to give us your Holy Spirit fyrir okkur sem erum hér, fyrir Louis Torres sem talar til okkar. for us that are here and also to the pastor that's going to preach, Pastor Torres. Fyrir þá sem kunna vera enn á leiðinni eða komast ekki í kvöld. And with everybody that is probably traveling here or those that couldn't come. Og fyrir þeim sem eru að fylgjast með heima á netinu. And those that are watching on the internet. Byggjum þig að leiða og vernda og vera með okkur hér í kvöld. I ask you to guide us and protect us Í Jesú nafni. in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Þá munum við hlýða á tónlistaratri. Þá skulum við syngja saman þemasalman okkar. Now let's sing our theme hymn. Gefðu gætur að Jesú. Turn your eyes upon Jesus.
þá vil ég gefa Lútorus orðið. Please, Pastor. Welcome. Thank you. Thank you very much. Good evening to all of you, Góða kvöldið and happy Sabbath that's coming. og gleðilegan hvíldardag sem að fara að koma. I found out that Iceland is like Melbourne, Australia. Ég uppgötvaði að Ísland eins og Melbourne borgin í Ástralíu. They say down there, if you don't like the weather, wait a moment. Þeir segja ef þið líkar ekki veðrið þá býttu bara aðeins. And so it is in Iceland. Og svoleiðis það á Íslandi. The weather changes quite often. Veðrið breytist oft. It was a beautiful day today, wasn't it? Það var virkilega fallegur dagur í dag. Did you enjoy the sunshine? Nutuð þið sólskinsins? Yes, beautiful day. I'm grateful. Ég er þakklátur fyrir það. Tonight's message Í dag, will be after I make this presentation. Tonight we have with us Dr. John Kabunko. já, ég er með kynningu núna. Við erum með mann hérna sem heitir Dr. John Would you Kabungo. mind standing, sir? Væður til að standi? Why don't you come up here for a moment, sir? Komdu hérna aðeins, ég ætla að kynna þig. This is one of my spiritual sons, Þetta einn af mínum andlegu sonum. and he arrived last night, Hann kom í gær. 37-hour en route. Hann var 37 tíma að koma. And I'm surprised he's standing up. Ég skil ekkert hvernig það getur verið standandi. But he will be sharing with you tomorrow night, Hann mun deila með ykkur boðskap á morgun and you won't want to miss it. og þið viljið alls ekki missa af því. We have been on the radio today, Þá er verið að taka viðtal við hann á útvarpi í dag. God has blessed him with good messages that will help you mentally, physically, and spiritually. Guð hefur blessað hann með boðskap sem mun hjálpa ykkur líkamlega og andlega. So thank you for being with us. Takk fyrir að vera hérna með okkur. You want to say anything? Bring a friend, bring Tak- a neighbor. Takið með vin eða And if you nágranna. don't have any of those, bring your enemy. Og ef að þið eigið Very engan, egoistic. ef engan vin eða nágranna komið þá með óvin. Þeir þurfa líka á Jesú að halda. The title of tonight is Connecting to the Power. Titill dagsins í dag er að tengjast kraftinum. Many times we find ourselves trying to turn something on and they don't seem to work. Stundum lendum við því að vera að reyna að kveikja á okkur og það kviknar ekki á apparatinu. Only to discover that we didn't connect it to the power. Og þá uppgötum við að við vorum ekki búin að tengja það rafmagninu. How many of you have put bread in the toaster and pushed it down and it didn't work? Hversu mörg ykkur hafið sett brauð í brauðristina, ítt niður og svo virkaði hann ekki. Then you realize you haven't plugged it in. Og svo uppgötum við, ég glemdi að tengja. Yes? Er það ekki? And so, connecting to the power. Að tengjast rafmagni eða kraftinu eða orkunni. Let's pray as we consider the Bible. Við skulum biðja áður en við förum að rannsaka Biblíuna. Heavenly Father, we thank you for thy word. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir orð þitt And we pray that as we study it, og við biðjum meðan við rannsökum that it will do something for our hearts að hún megi gera eitthvað fyrir hjörtun okkar and our walk with you. og göngu okkar með þér. We pray it in Jesus' name. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Amen. Sometimes I've asked you questions, Stundum spyr ég spurninga and I'm going to ask you a question about this verse. og mér langar að spyrja ykkur út í þetta biblíuvers. The Bible says in Ephesians 2 and verse 8, Biblían segir í Efesusbréfi 2:8
For by grace are ye saved, Því að af náð eru þér hólpnir orðnir. and that not of yourselves, Þetta er ekki yður að þakka. it is a gift of God. Það er Guðs gjöf. Now, I don't know how many of you have heard explanations about this word. Ég veit ekki hvort þið hafið heyrt útskýringar á þessu orði. I remember a certain pastor Ég man eftir einu presti who was trying to simplify it for the audience, sem var að reyna að einfalda þetta fyrir áherendum and he said, grace is like this. og hann sagði náður eins og þetta. A person was driving down the highway, Það var einhver að keyra á hraðbrautinni, and then he saw red flashing lights behind him. svo sá hann blikkandi ljós fyrir aftan sig. It was a police car. Þetta var lögreglan. So he was pulled over, Og það hann að þeir báðu hann að fara út í vegkant and the policeman came up to the window. og lögreglan kom að glugganum. Let me have your driver's license and your insurance card. Má ég sjá ökuskírteinið þitt og tryggingakortið þitt? And so he handed it over to the policeman. Og hann rétti því lögreglumannum And then the policeman said, do you know how fast you were going? og lögreglumannum spurði, veistu hvað þú varst að fara rætt? Not really. Nei, í rauninni ekki, sagði hann. You were going beyond the speed limit. Þú varst að fara of hratt. And the gentleman said, please have mercy on me. I was trying to hurry up and get someplace, and I forgot all about the speed limit. Og þá sagði svo sem var að aka, ég viltu sýna mér náð og gefa það að ég þurfi ekki að fá sektina því ég var að flýta mér. So the policeman said, Og lögreglumann sagði, okay, I will just give you a warning this time. ok, ég ætla bara að gefa þér viðvörun núna. And the person went, thank you, sir. Og þá sagði maðurinn, takk fyrir. How many of you have had a policeman do that for you? Hversu mörg ykkar hafið lent í lögreglumann sem gerir þetta fyrir þig? Some of you have been guilty. Sum okkar hafið verið sek greinlega. When the police goes away, Þegar að lögreglan fer, the pastor said, þá segir presturinn, that policeman gave grace to that person. þessi lögreglumar gaf þessum einstaklingi náð. The problem with that explanation En vandinn við þessa útskýringu is that if you understand the word grace, er að ef þú skilur orðið náð, you will find out why that explanation is not correct. þá munuð þið uppgöta að þessi útskýring er ekki rétt. Most people say that grace is unmerited favor. Stundum segir fólk að náð sé einhvers konar, þú ert að gera einhverju greiða sem þú átt ekki skilið. A gift you don't deserve. Gjöf sem þú átt ekki skilið. How many of you have heard that before? Hafið þið heyrt það áður? Okay, unmerited favor. Einhvers konar gjöf sem þið eigið alls ekki skilið. And they say that's the definition of grace. Og þannig skilgreinir fólk orðið náð. So, let's suppose that I come to you with a gift. En segjum sem svo að ég komi til ykkar með gjöf. And I wrap it up and put it in a nice box. Ég pakka þessu inn og setja þetta í fallegan kassa And I put it in your hands. og setja þetta í hendurnar á þér. And I say, here's a gift for you. Og ég segi, hér er gjöf fyrir þig. And you say, what is it? Og þá segir þú, hvað er þetta? And I say, something you don't deserve. Og þá segi ég, þetta er eitthvað sem þú átt ekki skilið. Does that tell you what it is? Segir það eitthvað hvað það er? Yes or no? Já eða nei? No. He just told you you don't deserve it, but it doesn't tell you what it is. Hann sagði bara að þú átt ekki skilið en þú veist ekki hvað það er. I don't think any of you have ever said that to somebody. Ég held að þið hefur aldrei sagt Here's þetta. a gift. What is it? You don't deserve it. Þið hefur örugglega aldrei sagt þetta við eitthvað, hér er gjöf, þú átt hann ekki skilið. And yet, that's the explanation that theologians give about this word. En þetta er útskýringin sem að guðfræðingar gefa So- orðið náð. Forgiveness of pardon that you don't deserve. Ok, þannig að þetta er sérst fyrirgefning sem þú átt ekki skilið. But it doesn't tell you what it is. En það segja ekki hvað þetta er. How many of you know what this is? Vitið þið hvað þetta er?
How many of you have been in one of these? Hafið einhvern tíma farið inn í svona lag? It's a confessional. Þarna játa maður syndir sínar. Say what? A confessional. Þetta til að játa syndir sínar inn í. It's a Catholic confessional. Þetta á þetta kaþólskur bás til að So að how many játa. of you have gone to inside of this? Hafið einhvern tíma farið inn í svona lagað? All right? I didn't know what to do inside. Ég vissi ekkert hvað ég átti að gera þarna inni. When my mother said, it's time for you to go to confession, Þegar mamma sagði að það væri komið tími til að ég myndi játa syndir mínar. I didn't want to go Ég vildi ekki fara. because I didn't want my mother to know what I was doing. Því ég vildi ekki að mamma vissi hvað ég var að gera. But she had a way of convincing me by pinching my ear with a sharp nail. En hún kunni að samfæra mig með því að klípa eyrað á með naglunum. So I asked a friend, Þannig að ég spurði what are vin, you doing there? hvað gerir maður þarna inni? And he said, say, bless me, Father, for I have sinned. Þú segir bara blessaðu mig faðir því ég hef syndgað. Well, I thought that was easy. Og ég hugsaði þetta auðvelt. So I went inside Þannig að ég fór hann inn only to discover it was dark inside there. þá uppgötaði ég að það var mjög mikið myrkur hann inni. So for a young boy, that was spooky, Og þetta gerði ungan dreng scary. hrættan. So I said the magical words, Þá sagði ég töfra orðin. bless me, Father, for I have sinned. Blessaðu mig faðir því ég hef syndgað. And then I heard a voice say, Og þá heyrði ég rödd. what have you done? Hvað hefurðu gert? I didn't know what to do. Ég vissi ekki hvað ég átti að gera. So I told him a lie. Þannig að ég laug að honum. And he accepted it. Og hann tók við lyginni. And he said, all you have to do Það eina sem þú þarft að gera is go and burn a candle and say so many Hail Marys. og fara að brenna, kveikja á kerti og segja nokkrar heilsert og I Marja. felt greatly relieved. Mikið var þetta mikill létti fyrir I mig. thought he was going to send me downward to where other people were going. Ég held hann ætlaði að senda mig niður, norður og niður. Because that's what the nun used to tell me. Því það var það sem að nunnurnar sögðu mér. If you don't behave yourself, Ef þú hagar þér ekki, you're going to go with the devil. þá mynd þú fara þangað sem að djöfullin Well, er. I didn't want to go with the devil. Og ég vildi ekki fara þangað. So I didn't tell the priest the truth. Þannig að ég sagði ekki prestinu sannleikann. So I went in as a little devil, Þannig að ég fór þarna eins og lítill púki þarna inn and I came out as a worse devil. og ég kom út eins og bara verri púki en áður. Because now I added another sin to my list. Því það var búið að bæta við enn einni syndinni á listan hjá mér. Here's the problem. Hér er vandamálið. As sincere as that priest may be, Alveg sama hversu einlægur þessi prestur var, he could not give me what I needed. þá gat hann ekki látið mig fá það sem að mig vantaði. Burning a candle for 25 cents Kaupa kerti fyrir 25 cent og kveikja á því and counting the beads while you say Hail Mary full of grace og telja perlur þegar maður segir heilsert og Marja, didn't provide for me what I needed. veitti mér ekki það sem ég þurfti á að halda. And so the problem is that people are being offered forgiveness, Þannig að fólki er boðið fyrirgefning, but if all that God wants of you is to forgive you, en ef að það er það eina sem að Guð vill að þér að hann fá að fyrirgefa þér, but you never overcome your sin, en þú yfirstígur aldrei syndina, then you will be confessing for all eternity. þannig þá mynd þú vera að játa syndina alla eilífð. And God will have to be forgiving you for all eternity. Og þá þarf Guð að vera að fyrirgefa þér alla eilífð. Does that sound like a good plan? Hljómar það eins og gott áform? Yes or no? Já eða nei? How many of you want to confess for all eternity? Hversu mörg ykkar vilja vera viðurkenna synd ykkar alla eilífð? Anybody? Einhver hérna I inni? don't see one hand going up. Ég sé enga hendi uppi. All right, so what does grace really mean? Hvað þýðir náð? Let's consider it. Athugum það. We go now to the reality. Nú förum við yfir í það sem er í raun. Grace is more than forgiveness. Náð er meira en fyrirgefning. I'm thankful for forgiveness. Ég er þakklátur fyrir And fyrirgefningu. all of us should be thankful that Og- we are forgiven. Öll ættum við að vera þakklátt fyrir fyrirgefningu. But God wants to do more for you than to forgive you. En Guð vil gera meira fyrir okkur en So fyrirgefa. I want you to notice Þannig að what it says in the book of Revelation. takið eftir hér í Opinberunarbókinni.
since we're studying the revelation of hope. þar sem við erum að rannsaka opinberun vonar. Notice what it says. Förum hérna Revelation 2, verse 7. opinberunarbókin 2:7. It says, to him that overcomes. Þar stendur, þeim sigrar. 2:17 says the same thing. Förum við aftur í 17 og þar stendur það sama. 2:26 says the same thing. Og 27. vers það sama. Chapter 3 and verse 5 says the same thing. Og kaplið 3 vers 5 segir það sama. And verse 12 and verse 21. Og líka þriðja kaplið 21. versi. So you have to ask. Þannig að maður þarf að spyrja sig, It's repeated 6 times. er búið að endurtaka þetta 6 sinnum. How many times? Hversu mörgu sinnum? 6 times. 6 sinnum, Which means then sem þýðir that God wants you to overcome. að Guð vill að þú sigrir. Yes or no? Er það ekki? When a parent says to you once, this is what I want you to do, Þegar foreldri segir við þig, þetta er það sem ég vil að þú gerir, and the parent says it the second time, og svo segir foreldri það í annað skipti, what does that mean? hvað þýðir það? It means this is serious, right? Það þýðir að foreldrinu er alvara. And if it says the third time, then what does it mean? Og ef það segir það í þriðja skipti, hvað þýðir það þá? It means that they want you to do it. Að þá þýðir það að foreldri vill að þú gerir þetta. So if just in the book of Revelation, Bara í opinberunarbókinni we find 6 times, sjáum við að þetta gerist 6 sinnum, to him that overcomes, þann sem sigrar. what does it mean? Hvað þýðir þetta? Don't worry about what's going on outside. Ekki hafa ágjör af því sem að gerast frammi, Worry about what's going on inside. hafið ágjör af því sem að gerast hérna inni. Just pull the door, doctor. Lokið bara Thank dyrunum. you. There are enough people out there that can take care of the problem. Það nóg fólki hérna frammi til þess að taka á vandamálunum. Yes? Er það ekki? Okay. All right. Problem solved? Búið að leysa vandamálið? Okay. Why don't we close that door? Ef við ekki að loka hurðinni bara. Thank you. Takk fyrir. All right. The devil always does something to distract people. Óvinnurinn vill alltaf gera eitthvað til þess að leiða okkur frá því sem við eigum að einbytta okkur að. When you're studying the Word of God, Þegar við erum að rannsaka orð there's always Guðs, some distraction. þá kemur á með eitthvað sem afvegaleiðir. One day I was preaching, Einu sinni var ég að predika and I was standing right in the middle of the platform. og ég stóð á miðju sviðinu And behind me og there was a bakvið big board. var stór drengur And all of a sudden, from nowhere, og allt í einu a powerful gust of wind hit that backboard. I don't understand. What was behind you? Wood, a big backboard. Já, það var svona eins og einhvers konar viður, svona eitthvað spjald. Og svo kom vindur og feykti því á hann. And so all of a sudden, it came toward me. Og svo bara fór það og fauk það á mig And I moved, og þá færði ég mig and it just missed me. og það náði ekki But að the audience said, og allir bara tóku and I andköf said, I'm okay, forget that. Let's keep studying the Word of God. og ég sagði það er allt í lagi með mig, heldur bara áfram. Another time I was in another place, Og öðrum stað þá var ég and there was a motorcycle gang members who were coming. var að koma svona gengi, mótorhjóla gengi And this particular night, og þetta kvöld the leader of the motorcycle gang came by himself. þá kom leiðtogi gengisins í And he kirkju sat right over there where Samuel was sitting. og hann settist nákvæmlega þar sem Samúel situr And the local television station came to record the presentation. og svo kom sjónvarpsstöðin sem var í bænum að taka þetta upp hjá Because I okkur was going to speak about the state of the dead, what happens to the dead. því að ég ætla að tala það sem gerist þegar að fólk deyr. And I was excited that the local television wanted to film it so they could show it to the
television audience. Og ég var spenntur því að ég vildi að allir sæju þetta í þessari And sjónvarpsstöð. all of a sudden, that president of that gang was drunk, Og svo allt í einu kemur þessi gengisforingi drukkinn and he stood up and began to talk to me. og hann stóð upp og byrjaði að tala við mig. And the man behind the camera told him to be quiet. Og maðurinn sem var baku myndavélina sagði hann að hafa þögn. That was like putting gasoline on the fire. Það var eins og að setja olíu á eldinn. That gang member got mad and began to yell. Og þá var hann svo reiður gengisforinginn að hann byrjaði að And the öskra. cameraman got mad and he began to yell. Og þá var maðurinn með myndavélina líka reiður. And I thought, Mamma mia. Og ég bara, ó nei. So I saw men getting up, Og ég sá að þetta voru einhverju menn sem stóðu upp. and I could see the newspaper headline. Og ég sá alveg fyrir mig hver fyrirsögnin yrði. Rather than what happens to the dead, many dead. Í stað fyrir að tala það sem gerist fyrir hina so I said to látnu, the þá myndi standa margir This is látnir. God's meeting. Þá sagði ég, þetta er Guðs We need samkoma. to pray. Við þurfum að biðja. So I knelt down and prayed. Þannig að ég fór hún hérna og bað. And Romanians, they stand up when they pray. Og rúmenar, þeir standi upp þegar So þeir the biðja. 1,200 plus people stood up. Þannig að 1200 mann stóðu upp. When I said amen, Þegar ég sagði amen, there was silence. þá var þögn. I looked over, Og þá leit ég upp. and the gang member was asleep. Þá var hann sofnaður gengisforinginn. So then the word went around that the prophet knocked him out with a prayer. Þannig að þá kom sú sögn á að spámaður hafði rotað hann með orðinu. So there's always some distraction. Það er alltaf einhver sem að leiða mann frá You understand? og trufla. This is a very important subject. Þetta er mjög mikilvægt efni. So let's not get distracted. Nú skulum við vera einbytt að þessu. All right. So notice God wants you to overcome. What do you say? Guð vill að þú sigrist. But in order for you to overcome, En til að þú getur sigrað, God must help you. þá þarf Guð að hjálpa þér. So let's look at the word. Skulum aðtóa þessi orð hérna. Notice the wording here. Skulum aðtóa hvernig orðin eru sett saman. And what is the exceeding greatness of his what? His power Hver er hinn yfirgnæfandi máttur hans toward us við oss who believe, sem trúum? according to the working of his mighty power. Þetta er sami áhrifamikli kröftu í mátturinn. Which means then what God has to offer you and me is something called power. Sem þýðir að það sem Guð þarf að gefa okkur er kraft. All right, so notice what Paul said. Förum aðeins og sjá hvað Páll segir í Notice it Póstulasögunni. said, and with great power. Það stendur með miklum krafti. Gave the disciples witness of the resurrection, and great grace was upon them all. Póstularnir báru vitni upprissu Drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Now I want you to notice something important here. Takið eftir því sem er mjög mikilvægt hér. It says that the disciples Það stendur að lærisveinarnir were able to preach gátu predikað with great power. með miklum mætti eða krafti. But what gave them the great power? En hvað var það sem gaf þeim þennan kraft? What does it say? Hvað stendur? Great grace. Mikil náð. So if they had little grace, Ef þeir voru þeir með litla náð, then how much power would they have had? hversu mikinn kraft hefur þeir þá haft? Little power. Lítinn kraft. So great power, Mikill kraftur, great grace. mikil náð. So what is grace? Hvað er náð? Power. Kraftur. What is it? Hvað er það? Power. Kraftur. All right? Paul said it this way. Páll segir þetta á þennan hátt. I am not ashamed of the gospel of Christ, Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. for it is the power of God unto salvation. Það er krafti Guðs til hjálpræðis. In other words, Með öðrum orðum, the gospel of Christ fagnaðarerindi Krists is a gospel that has power. er fagnaðarerindi sem hefur kraft. Now that word power Þetta orð þannig kraftur
the Greek word is dunamis, Gríska orðið er dunamis, which means then sem þýðir that the gospel has dynamite power in it. að fagnaðarerindið er með dínamítkraft í sér. How many of you have ever been around dynamite? Hversu mörg ykkar hafa umgengist dínamít? Only a few. Bara fáir. If you're around dynamite, is it very powerful or little powerful? Ef þið eru að meðhöndla dínamít, er það mjög kröftugt eða ekki kröftugt? It is very powerful. Þetta er mjög kröftugt efni. So, it uses the word dunamis, which is the English word dynamite. Já, þannig að dunamis þýðir dínamít. So, what is grace? Hvað er náð? Here's a definition. Hér er verið að skilgreina hana. Divine grace is the great element of saving power. Guðleg náð er þetta sem er kraftur sem bjargar. It is not merely God's mercy and willingness to forgive. Þetta er ekki bara miskunn Guðs og vilji til að fyrirgefa. It is an active, Þetta er virk energizing, og orku, transforming power to save. kraftur sem mun umbreyta til frelsunar. So what is grace then? Hvað er þá náð? It's the power that God provides so that you can overcome. Það er orkan sem Guð gefur svo þér takist að yfirstíga. What do you say? Hvað segir það? So God does not just offer you forgiveness. Thank God for forgiveness. Guð gefur þér ekki bara fyrirgefningu og þökkum Guði fyrir fyrirgefninguna. But God wants to stop having to forgive you. En Guð vill, hann vonast til þess að hann þurfi ekki alltaf að vera að fyrirgefa ykkur. But He can only stop forgiving you when you stop sinning. En hann getur bara hætt að fyrirgefa ykkur ef þið hættið að synga. But you won't stop sinning unless God provides you the power. En þú munt ekki hætta að synga fyrir en Guð gefur þér þennan kraft. So I'm thankful Ég er þakkláttur fyrir það. that God wants me to overcome. Að Guð vill að ég yfirstígi syndirnar. So whatever problem you may have, Þannig að ef að við eigum í einhverjum vanda, God will forgive. þá mun Guð fyrirgefa. But then He wants you to overcome. En svo vill hann að þú yfirstígi þennan So vanda. you don't continue to go around in circles, round and round and round in circles. Svo þú sért ekki að fara endalaust í hringi. What do you say? Is that good news? Er þetta ekki góða fréttir? Yes. So, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. En honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum. Notice, what works in us? Hvað er það sem vinnur í okkur, verkar í okkur? The power that works in us. Krafturinn. So God is providing the sinner power. Guð, hann er að veita syndaranum kraft. So why do we need grace? Til hvers þurfum við þá náð? We need grace because we need to overcome. Við þurfum náð því við þurfum að yfirstíga. The scripture says, for of His fullness have we all received. Af hans, Jóhannes, John 1, verse 16 and 17. af gnægð höfum við allir þegið, náð á náð ofan. So, notice it says, and of His fullness have we all received, and grace for grace. Takið eftir, af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. For the law was given by Moses, Lögmálið var gefið fyrir Móse, but grace and truth came by Jesus Christ. en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Now this Krist. is a wonderful passage Þetta er mjög falleg vers that has been terribly twisted. sem er búið að snúa alveg á haus. What do I mean by that? Hvað á ég við með því? Many Christian pastors Margir kristni prestar use this verse nota þetta vers to say that in the Old Testament people were saved by the law. Já, þið nota þetta til að segja í Gamla testamentinu þá frelsaðist fólk fyrir lögmálið, The law of Moses. lögmál Móse, But in the New Testament, en í Nýja testamentinu we're saved by grace.
erum við frelsuð fyrir náð. So, what they teach then, that in the Old Testament there was no grace. Þannig að þá þeir að kenna að það hafi ekki verið til neinn náð í Gamla So testamentinu. if people were going to be saved, Þannig að ef fólk ætlar að frelsast, they had to keep the law. þá þyrftu þau að halda lögmálið. And by keeping the law, Og ef að þau héldu lögmálið, then they could be saved. þá eru þau frelsuð. What a terrible deception. Hvílík blekking, Because nobody, því að enginn, how many? hversu margir, Nobody has ever been saved by keeping the law. enginn hefur frelsast fyrir það að halda lögmálið. The law does not save a person. Lögmálið frelsar engan. The law does something different. Lögmálið gerir eitthvað allt annað. But let's look at what the scripture says. En athugum hvað ritningi segir. According to the Bible, Samkvæmt Biblíunni, there was grace in the Old Testament. að þá var í Gamla testamentinu til náð. And it says, who have saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given in Christ Jesus when? Before the world began. Hann hefur frelsað oss og kallað heilari köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem oss var gefin fyrir Krist Jesú frá eilífum tímum. So when was grace given? Hvenær var náðin gefið? When Jesus appeared as a child Var- or before that? Bara þegar Jesús fættist hér eða frá bara eilífa tíð. You see, if grace is power, Ef að náð er kraftur, whose power? hver á þennan kraft? God's power. Guð. So was God around before man was created? Var til Guð áður en maðurinn var skapaður? Yes or no? Já eða nei? Yes. Therefore, God's grace existed before man was created. Þess vegna var náð Guðs til áður en maðurinn var skapaður. All right? Here's another verse of scripture. Hér Titus. við skulum fara í Títus 2:11. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to how many? Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Appeared to how many? Fyrst, All men. fyrst mörgum, öllum mönnum. So how many have been saved without grace? Hversu margir hafa þá frelsast fyrir náð? How many? Zero. Can you repeat the How question? many have been saved without grace? Já, hversu margir hafa frelsast á náðar? Engin. Zero. Engin. Nobody has ever, nor will ever be saved aside from God's grace. Það mun engin frelsast nema fyrir náð. Listen. For unto us was the gospel preached, as well as unto who? Unto them. Fagnaðar erindi var oss boðað eigi síður en þeim. Paul is writing about the Jews. Páll er að skrifa hér gyðinga. And he said, just as the gospel was preached unto us, so it was preached unto them. Já, alveg eins og það var boðað okkur, orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. In other words, Með öðrum orðum, the gospel was preached to the Jews as well as to the Christians. þannig að fagnaðar erindi var borið til kristinamanna og líka til gyðinga. The difference Hver er munurinn? is that those who accepted God accepted his power to change. Sá sem tóku við Guði voru þeir sem tóku á móti kraftinum til þess að geta breyst. And those who were not saved Og þeir sem frelsuðust ekki, just simply did not avail themselves or make themselves be able to receive the power that they needed to change. að þá voru þeir sem tóku ekki við þessum krafti til þess að breytast. So examples of grace.
Við skulum taka dæmi náð in the Old Testament. í Gamla testamentinu. Notice it says Noah found grace. Sjáiði að hér stendur að Nói fann náð. What did Noah need grace for? Af hverju þurfti Nói að fá náð? Because in Noah's day, Af því að á dögum Nóa, it says that the wickedness of man was great in the earth. það stendur að ílska mannsins var mikil á jörðinni. And every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Og allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. So you had a world that was becoming more and more and more evil. Þarna var heimur sem að var verða grimmari og grimmari og grimmari. So what did Noah need? Og hvað þurfti hann Nóa á að halda? He needed divine power Hann þurfti að fá guðlegan to kraft keep him from being driven by the currents of the world in those days. svo að hann myndi ekki vera þvælast í straum heimsins sem þá var. And God says that just as it was in the days of Noah, Og Jesús segir eins og var á dögum Nóa, will happen in our day, mun einnig gerast á okkar tímum. which means Sem þýðir, as the world becomes more wicked, þegar að heimurinn verður, það verður meiri ílska í heiminum, the only thing that would keep you from being dragged by the current of the world það eina sem heldur í ykkur þannig að þið farið ekki þá út í þennan þunga straum ílsku, will be the power of God. mun vera kraftir Guðs. God then must provide power. Guð verður að veita kraftinn. Amen? Ekki satt? All right? So, Israel, Ísrael, Jeremiah 3:12. Notice what it says. Thus saith the Lord, the people that were left of the sword found what? Grace where? In the wilderness, even who? Israel. já við förum við Jeremíu 31:2. Svo segir drottinn, sá líður er undan sverðinu komst, fann náð í óbyggðum, Ísrael leitaði hvíldar. Was there any Jew that could say, I've got myself saved? Var eitthvað gyðingur sem gat sagt, ég frelsaði sjálfa mig? Yes or no? Já eða nei? No. Nei. How were the Jews saved? Hvernig frelsuðu gyðingarnir? By grace. Fyrir náð. By what? By grace. By the Fyrir power náð. of God. Fyrir kraft Guðs. All right? Notice Psalms 84, verse 11. Förum við Sálma 84:11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk upright. Því að drottinn Guð, þetta Sálmum 84:12. Því að drottinn Guð er sól og skjöldur, náð og vegsend veitir drottinn. Hann synjar þeim engra gæða ganga í grandvarleik. Is Psalms in the New Testament or is it in the Old Testament? Eru sálmarnir í Nýja testamentinu eða Gamla testamentinu? Where is it? In the Old Í Testament. Gamla testamentinu. What does God say he would give? Og hvað segir Guð að muni gefa? Grace. Náð. What is it? Hvað er það? Grace. Náð. All right? Já, Notice Proverbs 3:34. förum í orðskviðina Surely 3:34. he scorneth the sinner, the scorners, but he giveth what? Grace unto the lowly. Spottsama spottar hann, en lítillátum veitir hann náð. God then is the one that provides power to help you to overcome and power to keep you from falling. Og Guð gefur okkur mátt til þess að halda okkur frá því að falla og líka breytast. So you need God's grace to overcome, Við þurfum á Guðs náð til þess að yfirstíga and you need God's grace to stay faithful. og við þurfum Guðs náð til þess að halda áfram að vera trúföst. You cannot keep yourself faithful without God's power. Þú getur ekki verið trúr Guði án hans náðar. So, why the need of grace? Af hverju þurfum við náð?
The Bible says, can the Ethiopian change his skin? Biblían segir, getur Eþíópíumaðurinn eða blámaðurinn breytt húðlit sínum? What's the answer to that? Og hvert er svarið við því? Can the leopard change his spots? Og getur hlébarðinn breytt blettunum sínum? What's the answer to that? Hvert er svarið við því? Then it says, neither can you what? Do good that are accustomed to do what? Evil. Og ef að svo væri myndi þér og megna að breyta vel, þér sem vanist hafið að gjöra illt. So by nature, Þannig að bara fyrir eðlið, we lean to go toward evil. við erum þannig eðli að við förum frekar að því sem að illt er. Is that true? Er það ekki rétt? Yes or no? How many of you, when you were little children, Hversu mörg ykkar þegar þau voru börn, were very giving of what you had? voru Toys. Já, og voru Did you hrifin, share your toys with other children? voru duglega að deila leikfengum ykkar með öðrum börnum. What do you usually want to do? Hvað er það venjulega sem að börn vilja gera? Do you say it's yours or do you say it's mine? Er þið vön að segja að þú mátt eiga þetta eða ég á þetta? Which one? Yes, you take little children Maður kannski er með lítil börn and we have to teach them how to give. og við þurfum að kenna þeim hvernig eigi að vera gjafmildur. Because by nature, Því fyrir eðlið, they want to get, eðlis vegna, þá vilja þau bara eignast eitthvað, not give. ekki gefa. Is that true? Er þetta ekki rétt? So how many of us are born with the nature Hversu mörg okkar erum fædd með þetta eðli, that is selfish? sem er eigingjarnt eðli? How many of us? Hversu mörg okkar? All of us. Við erum öll þannig. I mean, you take the baby that cries and cries and cries until mother has to feed it. Við tökum upp lítið barn sem grætur og grætur þá til að mamma gefi því að borða. Who's the baby thinking about? Hvað er barnið að hugsa um? Who? Sitt sjálft. The baby is not concerned about how tired mother is. Barnið er ekkert að hugsa um hvort mamma sé þreytt. All it wants is to be fed. Það vil bara fá mat. Now, thankfully, God has provided a way for children to be taken care of by crying when parents don't do what they're supposed to. Já, og líka getum við þakka Guði fyrir þessa forsjón að börn gráta þegar að þau þurfa eitthvað að halda. But the natural tendency En okkar eðli is to receive. er að vera þiggjendur. And it takes time to teach children to grow up to be benevolent, to be kind, to be giving. Og það getur tekið tíma að kenna börnum að vera góð og gjafmild. So, let me go back to this one. Skulum fara hérna í 1. Jóhannesarbréf. So it's true that the Ethiopian cannot change the skin. Við skulum fara í Jeremía 13:23. Það er rétt að And the leopard cannot change the spots. blettatígurinn getur ekki hreinsað blettin af sér. Which suggests then that you and I cannot change ourselves. Sem segir líka að við getum ekki breytt okkur sjálf. And so if we cannot change ourselves, Ef við getum það ekki, then who do we need? á hverju þurfum við að halda þá? I was doing a training seminar, Einu sinni var ég að þjálfa og kenna and there was a lady sitting in the front row. og það var kona sem sat á fremsta bekk And I needed somebody that I could have sit with me so I could demonstrate to the audience what I was talking about. og ég þurfti á einhverjum að halda svo ég gæti sýnt áhörendum hvað ég var að tala um. She was well dressed. Hún var vel klædd, She looked like a lawyer. hún leit út fyrir að vera So lögfræðingur. I said, Madam, could you come up here and help me? Og ég sagði, ertu til að koma hérna And upp og she hjálpa went mér? like this. Og hún bara, ég? So she came up. Hún kom þá upp, She sat next to me. settist hjá mér And there were about 500 people in the audience. og það voru svona 500 manns sem voru í salnum. So I asked her the question, Og ég spurði hana, is there anything that would keep you from inviting Jesus into your heart? eitthvað sem að myndi halda þig frá því að bjóða Jesú í hjarta þitt? And she said, yes. Já, sagði hann. I said, what is that? Og hvað er það, sagði ég. She said, I'm not good enough. Ég er ekki nógu góð.
Now, I didn't know she was a lawyer. Ég vissi ekki hún væri lögfræðingur I just saw her sitting there and I thought she could help me out. og ég sá hana bara, hún bara satt þarna og ég hugsaði að hún getur kannski eitthvað að hjálpa mér. So I said, what do you do for a living? Og þá spurði ég, hvað gerir þú? She said, I'm an attorney Og hún sagði, ég er lögfræðingur in Washington, D.C. í höfuðborginni Washington. So I said, so you don't feel you can invite Jesus into your heart because you're not good enough. Og þér finnst þú getur ekki boðið Jesú inn í hjarta þitt vegna þess að þér finnst þú ekki vera nógu góð. She said, yes. Já, sagði hann. I said, have you tried to become good enough? Hefurðu reynt að verða nógu góð? She said, yes, I've tried. Já, ég hef reynt það, sagði hann. Have you succeeded to become good enough? Hefur þér tekist einhvern tímann að vera nógu góð? She said, no. Nei, sagði hann. I said then, if you cannot do it with your strength and power, Þannig að ég sagði, ef þú getur ekki gert það í einmætti, then who can help you to become good enough? hver getur þá hjálpað þér að verða nógu góð? All of a sudden, she realized. Allt í einu uppgötvaði hann. She said, Jesus. Jesús. Precisely, I said. Nákvæmlega, sagði ég. Jesus is the one that you need to help you to become good enough. Jesús er sá sem þú þarft á að halda til að þú verði nógu góð. So I said, now, do you want to become good enough? She said, yeah. Viltu verða nógu góð? Sagði ég, já, sagði Will hann. you then invite Jesus to come into your heart Bjóddu þá Jesú inn í hjartaði. so he can help you to become good enough? Svo hann geti hjálpað að verða nógu By góð. this time, the lady had tears running down. Og nú var hún farin að fá tár í augun, konan, And we knelt down. og við krupum Then the audience realized og þá uppgötvaði this is not an act. This actually is happening. fólki í salnum að hér er þetta er engin leikur So we prayed. og við báðum saman And we stood up. og þegar við She stóðum gave upp me a big hug. þá faðmaði hann mig And she said, Pastor, og hún sagði, prestur, thank you takk fyrir for helping me to understand fyrir að hjálpa mér að skilja that I need Jesus to help me to become good enough. að ég þarf á Jesú að halda til að verða nógu góð. Do you understand? Skiljiði það sem ég er að segja? So many times we are thinking that we have to have enough strength within us to resist, Stundum höldum við að við þurfum að hafa bara nógu mikið viljastyrk but we don't. en við þurfum þess ekki. That's why Jesus provides Það er einmitt þar sem Jesús kemur for inn, grace. kemur með náðina. But when it says that we cannot change, we're used to doing sin, Og þegar við segjum að við getum ekki breyst, it means then that we are breaking God's law. að þá þýðir það að við erum að brjóta lög Guðs. And so the Bible says sin is a transgression of the law. Biblían segir að syndin er lögmálsbrot. So notice what Paul wrote. Athugið hvað Páll sagði í Rómarabrifi The 5:20. law came that the offense might abound. Já, en But where sin abounded, grace did much more abound. En hér við bættist svo lögmálið til þess að misgjörðin er meiri, en þar sem syndin jókst, þar flóð náðin yfir enn meir. In other words, Með öðrum orðum, you and I have DNA við erum með DNA í okkur that's stamped with sin. sem er stimplað með synd. Our natural tendencies Við höfum þetta eðli. is to do or think what's wrong. Það er eðlilegt fyrir okkur að gera það sem að rangt er. And because it is so strong, Og af því að þetta er svo sterkt í okkur, you cannot of yourself resist. þá getur þú ekki eigin mætti staðist þetta. You need help from outside. Þú þarft á hjálp að halda utan að koma til hjálp. And that outside help is called the grace of God. Og þessi hjálp að utan kallast náð Guðs. And you cannot buy it. Og það er ekkert að kaupa þetta. You cannot earn it. Maður getur ekki unnið sér það inn. You can only receive it Maður getur bara tekið við því. because God offers it Af því að Guð, hann býður upp á þetta. for free. Ókeypis. What do you say? Hvað segir þið við því? All of us can change. Við getum öll breyst. All of us can overcome. Við getum öll sigrast á syndinni. I was doing a meeting in another place. Ég var einu sinni með fyrirlestra annar staðar. There was a wife and a husband coming to the meeting with two young adult
children. Það var eiginkona sem kom með fullorðin börn. The wife was an Adventist all her life. Konan var búin að vera aðventist í alla ævi, The husband was not. en maðurinn hennar var það ekki. And the children had grown up to be Adventists. Börnin ólist upp og urðu aðventistar And he would not send the children to any other school than Seventh-day Adventist schools. og hann vildi ekki senda þau í neitt annan skóla en aðventsskóla. So the family grows up, Svo bara eldist fjölskyldan, believing in Jesus and following Jesus. trúð á Jesú, fylgdu Jesú, But the father and husband, no. en pappin og eiginmaðurinn ekki. So I visited that man, Svo ég heimsótt hann einhvern tímann and I discovered og ég uppgötvaði what the problem was. hvert vandamálið væri. Now the daughter didn't think that the father would change. Dótturinn trúði ekki að faðurinn myndi breytast. So when I met with them, she was supposed to translate for me. Þannig að þegar ég hitti þau þá ætti hún að þýða fyrir mig. This is in New York City, Þetta var í New York borg, but it was a Romanian family. en þetta var fjölskylda frá Rúmeníu And they spoke Romanian, og þau töluðu rúmensku, the father and mother, foreldrarnir, while their children grew up speaking English. á meðan að börnin ólust upp talandi And of course ensku, Romanian. en þau komu samt frá So Rúmeníu. I asked her to translate for me with her father. Ég bað hann að þýða fyrir mig fyrir föðurinn. I asked a question. Ég spurði spurningar, She translated the question. hún þýddi spurninguna, He gave an answer hann gaf svar that she did not like. sem að henni líkaði ekki And she got into an argument with her father. og hún byrjaði að rífast við pappa sinn. And I said, now wait a minute. Herðu, býttu aðeins, sagði You're ég. to be a translator, Þú átt að vera túlkur hér, not an interrupter. ekki svo sem að trufla. Is there a difference? Ekki munur á því að túlka og trufla. She couldn't help herself. Hún bara gat ekkert að þessu gert. She was so close to her father. Hún var svo náinn föður sínum. So I said, I need to use your brother. Ég þarf að biðja bróðinn að hjálpa mér hérna. So the brother began to translate. Þannig að bróðurinn byrjaði að túlka And when he gave an answer, og þegar hann gaf svar, she told me. þá sagði hann, She said, you don't understand, Pastor. þú veist ekki, skilur ekki, My prest. dad just likes you, Pappa líka bara við þig, but he's not going to get baptized. en hann ekkert að fara að skýrast. I said, how do you know that? Hvernig veistu það, I sagði? know my father. Ég þekki pappa. And he just doesn't know how to tell you no. Hann bara kann ekki segja nei við þig. I said, no, I believe your father is going to get baptized. Ég sagði, nei, ég held að pappi ekki sé að fara að skýrast. So then the father said, Þá sagði faðirinn, okay, þá sagði hann allt í lagi, but if I'm baptized, en ef ég skýrist, can I do it just with my family? má ég þá bara gera það með I'm fjölskyldunum. too shy of a man. Ég svo feiminn. I said, yes, you can do it just with your family. Og þá sagði ég, já, þú getur bara gert það með fjölskyldunni. Because like a wedding, Alveg eins og í brúðkaupi, the Bible says that you have to have at least 2 witnesses. að Biblían segir þú þarfst að hafa 2 vitni. How many? Hversu mörg vitni? 2 witnesses. 2 vitni. When you first got married, did you have 2 witnesses? Þegar að þið giftust, voruð þið með vitni, votta. Yes? Did you have 2 witnesses? Voruð þið með 2 votta þegar þið giftist. So you have to how many? Hvað Two witnesses. þarf maður að hafa marga votta? So 2. I said, Og þá sagði ég, wonderful. dásamlegt. And she pulled me to the side. She said, Pastor, Hún dróð mig til hliðar og sagði, can't you prestur, see? getur ekki séð. He's not going to get baptized. Hann ekkert að fara að skýrast. He just doesn't know how to tell you no. Hann bara kann ekki að segja nei. Yes, he will get baptized. Og hann, jú, hann mun víst skýrast. So the next time I meet with him, Og svo næst ég hitt hann, he says, I changed my mind. þá sagði hann að ég er búin að skipta skoðun. And she said, see, I told you. Og þá sagði hún, ég sagði þér það, But she didn't wait for him to say the rest. en hún beið ekki eftir að hann segði afganginn. He said, I would like to get baptized in front of everybody so I can talk to people. Og þá sagði hann, ég vil skýrast fyrir framann alla svo ég geti talað við And fólk. she said, my father get baptized in front of everybody and talk to people? Forget it. He's not going to do it, Pastor. Pappi að fara að skýrast fyrir framann alla og fara að tala við alla. Nei, hann er ekki að fara að I gera það. said, yes, he's going to do it. Og ég sagði, jú, hann er víst að fara að So gera það. the day came, Svo kom dagurinn and the man put on the baptismal robe. og maðurinn fór í skýrnarkirtilinn
And he got into the baptistry. og fór ofan í skírnarlaugina And now he wanted to talk to the audience. og nú vildi hann tala til fólksins And so I said to her, og ég sagði við hana, if you translate, ef þú þýðir fyrir hann, don't be an interrupter. ekki vera truflan, Just translate what your father says. túlkaðu bara rétt fyrir hann. Okay, she said. Allt í lagi, sagði hún. And the father opened up with these words. Og faðir hennar sagði þetta. You men in the audience Þið þarna í áheyrendahópnum, that have wives that are Christians, þið sem eru kristinn, don't do what I've done. ekki gera það sem ég hef And gert. she started crying. Og þá byrjaði hún að gráta. So she couldn't translate anyway. Þannig að nú gat hún ekki túlka fyrir hann. So the brother jumped up Og þá kom bróðirinn fram and the man said, og þá sagði maðurinn, don't make the same mistake that I made. ekki gera sömu mistök og ég. What was the mistake? Hvað var mistökið? He said, I didn't get baptized because I was too proud to admit that my wife was right. Ég skýrðist ekki vegna þess að ég var alltaf stoltur til þess að viðurkenna að kona mín hafði rétt fyrir sér. So all these years, Öll þessi ár, they've been praying for me. þá eru þau búin að biðja fyrir mér. And now Og núna I understand my mistake. skil ég mistök mín. So you men out there, Þannig að þið, don't karlmenn, make the same mistake that I've made. karlmenn ekki gera sömu mistök og ég. Wasted all these years Eða öllum þessum árum just because of pride. bara fyrir stolt. And that girl just wept. Og hún grét, She dóttirinn. cried and cried and Hún cried. grét og grét og grét. When she saw her father go into the water Þegar hún sá föður sinn vera skýrðan. and come up again. Ofan í vatnið og upp aftur. Our friends, listen. Kæru vinir, God provides power. What does he provide? Guð gefur okkur kraft. Power. Power to change. Kraft til að breytast. And power to maintain. Og kraft til að vera, að halda áfram að And vera power to obey. eins og við eigum að vera. Og Notice it says kraft til þess að hlýða. that grace is greater than sin. Sjáu þið að náðin flæðir yfir það sem syndin eykst. So grace then Þannig að náðin is the antidote eins og svona sem að afeitrar or preventative of evil. eða kemur í veg fyrir ílsku. In other words, Með öðrum orðum, sin is a sickness that we have. synd sjúkleiki sem við erum með. And when you have a sickness, Þegar við erum með eitthvað sjúkdóm, the doctor has to give you medicine that is stronger than the sickness. þá þarf læknirinn að gefa þér lyf sem eru sterkari heldur en Is that sjúkdómurinn. true? Er það ekki rétt? Yes or no? Er það ekki rétt? Yes or no? Já eða nei? The medicine must be stronger than the Lyfið þarf að vera sterkara en sickness. sjúkdómurinn. If it is not stronger than the sickness, Ef að lyf ekki sterkari í sjúkdómnum, will you get well? muntu þá læknast? Yes or no? Já eða nei? Nei. So God's grace Náð Guðs is more powerful mun kraftugri than sin. heldur en syndin. It is the antidote. Þetta það sem að vinnur gegn syndinni. Móteitur. And I thank God that he provides it for us. Og ég þakka Guði fyrir náðina sem hann gefur okkur. What do you say? Hvað segir þið varandi það? But in order for you and for me to receive the grace of God, En til þess að þið og ég getum þegið náðina, we must be willing to obey. þá verðum við að vera tilbúin að hlýða. And we learn to obey Og við lærum hlýðni because God gives us the grace. því að Guð gefur okkur náð. God gives us the what? Gefur okkur náð. The grace. The what? Hvað gefur hann okkur? God gives us the grace. Náð. Is it possible then Er það mögulegt að for somebody who is old fyrir eitthvað sem orðin komin á háan aldur to change? að hann geti breyst? Is it possible? Er það hægt? And how long does he need to change? Hversu lengi þarf hann að breytast? How long does it take anybody to change? Hvað tekur það, hvert sem langan tíma að breytast? How long? How long? Hversu lengi?
There was a man Einu sinni var maður who attended a meeting like this. sem kom á fund sem slíkan. He was an older man. Þetta var maður á efri árum. He had a patch over his eye Hann var með lepp fyrir auganu and had a limp. He had to walk with a cane. og hann var haltur og þurfti að nota staf And his clothing was wrinkled. og fötin voru krumpuð. So when he went out, Og þegar hann fór út, he had a paper that he put in the pastor's hand þá var hann með blað sem hann setti í hönd prestsins and asked the pastor to visit him. og bað prestin að heimsækja sig. Okay. So the pastor went to visit the old man, Þannig að presturinn fór að heimsækja mannin wondered what the man needed. og var að velta fyrir sig hvað maðurinn When þurfti. he arrived at the address, Þegar hann kom þangað sem the hann átti pastor heima, thought he got to the wrong address þá hélt hann að presturinn hefði komið á rangan stað, because it was a big mansion. því þetta var risastort hús. So he looked at the address and Hann leit á heimilisfangið, it was the right address. það var rétta heimilisfangið, But he didn't think this man had anything because his clothing was wrinkled. He looked pretty poor. hann hélt að þessi maður ætti ekki neitt því hann var í krumpum fötum og virkaði eins og So hann the væri man fátækur. was waiting for him by the corner of the house. En maðurinn var að bíða eftir hennum Hey, pastor, over here. við horn hússins og sagði, komdu hingað. So the pastor went over there to the man. Þá fór presturinn þangað The man took him up the steps up to a little room og hann fór með prestinn upp stiga og upp að litlu herbyggi in the corner of that mansion. út í einu horni á þessu stóra húsi Then he said, Pastor, thank you for coming. og þá sagði hann, prestur, takk fyrir að hafa komið. I want to share with you Mér langar að deila með þér my testimony. vitnisburði mínum. When I was a young man, Þegar ég var ungu maður, I was an atheist. þá var ég I guðleysingi. didn't believe in God. Ég trúði ekki á Guð And I decided og ég ákvað that I was to become a millionaire by the time I was 35 years old. að ég ætlaði að vera orðin milljónamæringu þegar ég var 35 ára. So I succeeded. Og mér tókst I það. became very rich. Ég var mjög ríkur. Now I needed a wife. Nú þurfti ég að eignast eiginkonu. So he said, one day I saw this young woman. Einn dag sá ég þessa ungu konu It just hit me. That Oh. She must be my wife. og ég hugsaði að þessi verður að vera kona mín. So I got acquainted with her Þannig að ég kynntist henni only to discover og þá uppgötaði ég that she believed in God. að hún trúði á Guð. Well, I didn't let her know that I didn't believe in God. En ég sagði henni ekki frá því að ég tryði ekki á Guð. Because I thought if I tell her that I didn't, that she would have nothing to do with me. Og ég var hræddur við að segja við hana að ég tryði ekki á Guð því þá myndi hún ekki vilja neitt með mér hafa. I kept quiet, Þannig að ég bara sagði ekki and neitt. we developed this wonderful relationship, Og við þróum með okkur mjög fallegt samband and we got married. og við giftumst. I told her then, Og þá sagði ég henni, I'm going to make you the happiest woman in the world. ég ætla að gera þig að hamingjusamustu konu í heimi. I'm going to build you a house in Canada, Ég ætla að byggja hús fyrir þig í one Kanada, in Florida. einn í Flórida. I can buy you any clothing that you want, Ég ætla að kaupa handa þig anything that you want. hvað It's sem þið yours. langar í. And she said, that won't make me happy. Og þá sagði hún, það mun ekki gera mér hamingjusaman. Yeah, what do you mean? Any woman would love that. Og hvað meinar þú, hvaða kona myndi vilja She þetta? said, I'm not any woman. Já, ég er ekki bara hver sem er, sagði hún. That will not make me happy. Það mun ekki gera mér All right hamingjusaman. then, Ok, what will make you happy? hvað mun gera þig hamingjusaman? If you with me would go to church together. Ef við förum saman í kirkju, He says, nonsense. þá sagði hann, hvaða vitleysa? There is no God. Það er ekki til neitt Guð. She started crying. Þá byrjaði hún að gráta And it angered me. og þá var ég reiður And I decided og ég I'm ákvað going to do everything possible to break her of her foolishness. að ég ætlaði að reyna að berja þetta úr henni. So I made it as hard as I could for her. Þannig að ég reyndi að gera þetta sem erfiðast sem ég gat fyrir And hann. rather than changing, Og í staði fyrir að breytast, she died. þá dó hún. When she died, Þegar hún dó, he said, I lost everything. þá sagðist hann hafa tapað öllu. I loved her. Ég elskaði hana. And I just wanted her to think like me. Ég vildi bara að hún hugsaði eins og ég. But I made her life miserable. En ég gerði hana bara And óhamingjusamma. when she died, Og þegar hún dó, I had no more interest in being a millionaire or making money. I just went out into the world. I began to drink and I got sick.
Þegar hún dó þá langaði mig ekki lengur að vera ríkur og fór bara að drekka og drekka og þangað til ég var veikur. I lost everything. Ég tapaði öllu. This house Þetta hús I had built for her, hafði ég byggt handa henni, but it was no longer mine. en nú átti ég það ekki lengur. So before I died, I thought, Þannig að áður en ég dey, I'm hugsaði going ég, to go back and see if I could rent a little room upstairs. þá ákvað ég að aðtökurt geti leikt eitt herbyggi hérna. I wanted at least to die in the house that I had made for her. Mér langaði allavega að deyja í húsinu sem ég byggði handa henni. And Pastor, when you came to town, Og svo prestur þegar þú I komst heard about the meeting. í þennan bæ, þá And heyrði I ég, thought, maybe I ought to go. þá frétti ég af því og He hugsaði said, I didn't realize að ég ætti að fara. that I'd been a fool. Og hann sagði, ég gerði mér ekki grein fyrir að ég var búin að vera mjög heimskur. So I ended up with a broken leg. I ended up with losing my eye. I ended up drunk, and here I am. Ég var drukkinn og ég misti augað og ég braut á mig fótinn. And the worst part about it, Og það versta var, I thought I would never, ever see her again. að ég held ég myndi aldrei sjá hann aftur. And he carried on his necklace Og svo var hann a með, picture of his wife. hálsmenn um hálsi And með he mynd, opened it up, með mynd af henni. and he said, wasn't she beautiful? Og hann sýndi prestinu myndina, var hún ekki falleg? Pastor, Prestur, as I've been attending these meetings, nú ég búin að vera að koma á þessa fundi something has happened inside. á og þá hefur eitthvað gerst hitt innan með I mér. now believe. Nú trúi ég, I now understand why she thought the way she thought. nú skil ég okkur hún hugsaði eins og hún hugsaði. Pastor, Prestur, I want to be baptized. ég vil fá að skýrast. Can I be baptized? Má ég skýrast? And the pastor said, if you believe with all your heart, you can. Og presturinn sagði, ef þú trúir á I öllu believe with hjarta, all my heart, he said. þá mátt þú skýrast. Já, So the day that baptism came, og hann sagði, já, ég trúi. Og þegar að skírnardagurinn kom, and that old man þá was the first to be baptized. var þessi gamli maður sá fyrsti sem And skýrist. there was a family standing there watching, Og það var fjölskylda sem horfði á. husband and wife and a young daughter, 13-year-old daughter. Eiginmaður, eiginkona og 13 ára stúlka, dóttir. So the pastor went into the water, Presturinn fór hún í vatnið and the old man began to walk into the water. og gamli maðurinn fór hún í vatnið. And the deacons came to help him. Og safnaði þjónarnir voru að hjálpa honum. And he said, gentlemen, no, I don't want your help. Og þá sagði þeir, nei, hann sagði, ég vil ekki neina hjálp. I walked on these legs for the devil for all my life, and I want to walk on them for God now. Ég búin að ganga á þessum fótlikum fyrir djöfulinn alla æfi og nú ætla ég að ganga á þeim fyrir Guð. So he walked into the water. Þannig að hann fór hún í vatnið And the pastor raised his hand up og presturinn rétti upp and hönd put the old man into the water. og dýfði manninum hún í vatnið. And when the old man came up, Og þegar að maðurinn kom he upp, shouted, hrópaði hann, amen, I will see her again. amen, ég mun I hitta will hana, see her again. ég mun hitta hana aftur. And he came out of the water. Og hann kom upp úr vatninu Then he took out his wallet og tók upp seðlaveski and took out some money. og kom með pening. And the deacon said, you could have given us your wallet, so we wouldn't get wet. Og þá sagði safnaði þjónninn, þú verður að láta okkur fá þetta seðlaveski svo þeir ekki blautt. And the old man said, I wanted everything about me to get baptized, Og gamli maðurinn sagði, ég vildi að including my money. allt sem tengdist mér myndi blotna, líka Well, there was a peningarnir. young girl standing there, Og þarna var ung stúlka and she began to cry. og hún byrjaði að gráta. And she turned to her father. Og hún sneri sig að pappa sínum. Father, Pappi, I've been wanting to be baptized. mér hefur langað að skýrast. And you've kept on telling me, wait for me, wait for me, wait for me. Og þú er alltaf sagt um mig, býta eftir mér. Father, I can't wait anymore. Pappi, ég get ekki beðið lengur. So she left Svo hún bara fór and was baptized. og hún var skýrð. Well, that father began to feel troubled. Og þá leið pappanum illa. And as he saw his daughter go into the water, Og þegar hann sá dóttur sína skýrast, he decided also þá ákvað hann líka to get baptized. að vera skýrður. So he took off his coat, Svo hann fór úr gave it to yfirhafninni, his wife, lét konuna sína and fá he walked into the water as well. og hann fór líka í vatni. And that day, Og á þeim degi 3 souls were born into the kingdom. fættust 3 sálir fyrir What do konungsdæmi you Krist. say? So tonight, Þannig að í kvöld, you may be struggling, you may be thinking,
whether or not you can do it or not. Þannig að í dag gæti þú verið að hugsa hvort þú ættir að gera það eða ekki, Just like the lady, you may think, I'm not good enough. eins og konan sem að sagði, ég er ekki nógu góð. You'll never become good enough Þú verður aldrei nógu góð eða until you góður, give yourself to the Lord. þar til þú gefst What do you Kristi. say? Amen? Amen. You'll never become good enough. Þið munu aldrei verða nógu You góð. must give yourself to God. Þú verður að gefast You Guði, must trust Him. treyst honum And you must ask Him to give you the power. og þú ert að biðja hann að gefa þig kraftin. So many times we pray, God, forgive, forgive, forgive. Stundum biðjum við fyrirgefðu, fyrirgefðu, Why don't we fyrirgefðu. pray, God, give me the power, give me the power, give me the power? Akkur biðjum við ekki Guð frekar kraft, gefðu mig kraft. How many of you have been struggling with something in your life? Hversu mörg ykkur hafa verið að berjast við eitthvað í And lífinu you've been asking God to forgive you. og þið hefur beðið Guð að fyrirgefa And ykkur. tonight, En í dag, you see that God wants to give you more than forgiveness. að þá sjáu þið að Guð vil gefa ykkur meira en He fyrirgefa. wants to give you the power to overcome. Hann vil gefa þér kraft til að Would you yfirstíga come to God tonight and say, Lord, og þið komið til drottins og I segið, hear your message. ég heyri, I've been wrestling with this. ég hef verið að berjast við þetta And tonight, og í dag I see the light. sé ég og I skil, want the power. ég vil kraftin. Are you willing to stand and come forward and say, Lord, I Vilt- want the power? Vilt þú koma fram, stíga fram og segja, drottin, ég vil fá kraftin. Are you willing to come up Viljið þið koma fram and say, yes, og Lord? segja, já, drottin. I've been struggling. Ég hef verið að berjast í I've been bökkum, praying. ég hef verið að byggja. Tonight, Í dag I want to claim the power. vil ég byggja þannan kraft. Will you come as I wait for you? Viljið þið koma hérna fram? Will you come just as you are? Viljið þið koma eins og þið eruð? Anyone. Hver sem þið eruð? You want to take advantage of the power. Viljið þið ekki taka, You want to ask the Lord to help you. þið viljið byggja drottinum að hjálpa ykkur? You don't need to struggle by yourself. Þið þurfið ekkert að vera að berjast einn. The Lord provides the power that you need. Drottin gefur þann mátt sem þið What do you þurfið. say? Hvað segið þið um það? Would you come? Viljið þið koma fram? Would you come just as you are? Koma eins og þið eruð? Anybody else? Einhver annar? Anybody else? Einhver annar? Would you come? Is there one more? Er einhver annar sem vil koma? We struggle Við berjumst í bökkum and struggle og berjumst í and are bökkum waiting somehow to change ourselves. og býðum eftir að við getum breytt okkur But we sjálfum, can't. en við getum það ekki. Only God can do it for us. Bara Guð getur gert það. As we act in faith. Þegar að við göngum fram í trú, Is there another one? er einhver annar sem vil koma fram? Is God speaking to you? Er Guð að tala við þig? I know the struggle that goes in the heart. Ég veit að það er barátta í hjartanu. Would you come? Vilt þú koma fram? Would you come? Vilt þú koma? Just one more. Er einhver annar? Would you come? Let's kneel together and pray. Við skulum krjúpa saman í bæn. Our Heavenly Father. Himneski Faðir, Oh, Father, we thank you for your Holy Spirit við þökkum þér fyrir þinn heilaga anda who speaks to our hearts sem tala til hjartna okkar, to help us to understand svo við getum skilið that the struggle is beyond our ability. að þessi barátta er ekki okkur megn. You know we're weak. Við erum veik You know that we are frail, og við erum veikbyggð. but oftentimes we don't realize it. Oft skiljum við það samt ekki. And we recognize that you want to forgive us, Og við viðurkennum að þú vilt fyrirgefa okkur. but we also know that you want to give us the power to change, to Og við overcome. vitum líka að þú vilt gefa okkur kraft til að breytast. Power to resist the sin, Kraft til þess að standast freistingar og synd. power to become a new person. Kraft til að verða ný manneskja. And Lord, in the audience, Og drottin, there's still those það er fólki á who áhörendasalnum are sem struggling. er enn að berjast í ykkur. They recognize their need.
og þau kannast við þörfina but they don't have the strength. en hafa ekki styrk. Lord, help them to realize Hjálpaðu that's the þeim. problem. Að skilja vandamálið, They'll never have the strength að þau munu aldrei hafa styrkin, unless you give it to them. nema þú gefir hann. So in the name of Jesus, Í nafni Jesú Krist, give them the victory, we pray. gefðu þeim sigurinn. And those who have come, Við biðjum fyrir því og þeim bless sem, them with that sense that you have heard their heart's desire. þeir sem hafa komið fram, blessaðu þau með þeirri tilfinningu að þú hefur gefið þeim náð. Deliver them, we pray. Frelsaðu þau, við We biðjum. thank you for hearing us. Þakka þér fyrir að heyra okkur. In Jesus' name, Í nafni Jesú. amen. Amen. I'm going to ask the ushers to pass out the cards that you have. Ég ætla að biðja dyraverðina að dreifa út litlum blöðungum. And I want you to look at the card. Lítið aðeins á þetta kort, þetta blað. And here's what it says. Og þetta það sem stendur. I desire to accept Christ as my personal Savior. Ég vil taka við Kristi sem mínum persónulega frelsara. I would like to be baptized as Jesus was. Ég vil skýrast eins og Jesús var skýrður. I desire to be rebaptized. Ég vil endur skýrast. I need prayer. Ég óska eftir bæn. I'll give them one. Okay. I desire to accept Christ as my personal Savior. Ég vil taka við Kristi sem mínum persónulega frelsara. I would like to be baptized as Jesus was. Ég vil skýrast eins og Jesús var I skýrður. desire to be rebaptized. Ég vil endur skýrast. I need prayer. Ég óska eftir bæn. It doesn't mean you're going to get baptized tonight. It just means that you desire, and we'll help you with it. Það þýðir ekki að þetta fara að skýrast í kvöld, heldur mun það gerast aðeins Just hér. check off what you feel is your need. Skráið bara það sem ykkar þörf. Just put an X on it or a check next to it. Merkið bara við númerinn sem á við ykkur. And then put your name on there. Svo skulum við setja nafnið ykkur á líka. Would you do that? Thank you. Takk fyrir. All right. Ushers, can you pick it up then? Jæja, dyraverðir, getið þið tekið blöðin vinsamlegast? Amen. Þá vorum við komin að lokum í kvöld og ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. This meeting has come to an end tonight. Thank you for coming. Ég ætla að fá að benda ykkur á að það eru búið að prenta nýja bæklinga I want to show you that we have printed out new brochures. og frá og með annað kvöld og þá mun hann Jan Harry Kabunga taka við fyrirlestraröðinni. So tomorrow night, Jan Harry Kabungal will start the series. Og það verður áframhaldandi námskeiðahald. And So we yeah. will keep on with the seminar. Svo ég hlakka til að sjá okkur annað kvöld So I'm looking forward to seeing you tomorrow night. og svo er þið hjartarlega velkomin hér í Guðþjónustu klukkan 11 á morgun. And of course, you're all welcome to the divine service tomorrow morning. Með Guð bless ykkur og gefa góða nótt. May God bless you and give you a good night. Good night sleep.